Ester, þetta eru heimalingarnir á Sauðfjársetrinu. Já. Og þær eru svangar greinilega. Það eru svangar og hér fá gestir að gefa heimalingunum þegar þær koma. Já. Við flytjum hérna á Kirkjuból, ég og maðurinn minn með 4 börn, 2000. Og þá stendur þetta hús eiginlega orðið autt. Það er bara notað undir þorrablótið. Já, Sævangur. Sævangur, sem var aðal ballstaðurinn. Ball hverja helgi, rosa fjör sko. Það kemur alveg bara blik í augun á þér. Þetta var mjög skemmtilegu tími. Og þá var svona að fara að hugsa hvað væri hægt að gera við húsið. Já. Og þessi hugmynd kom upp að opna hér sauðfjársetur því hér eru eingöngu sauðfjárbændur. Og þetta tókst á 6 vikum eftir að hugmyndin kom upp þangað til að sýningin var komin. Bíddu, þetta er ekki hægt. Jú, leikfélag getur gert þetta. Leikfélagi vant að setja upp sýningu á 6 vikum. Hvað er þetta að segja? Og þetta var ofsalega skemmtilegt. Var erfitt að fá munina? Nei, það voru bara allir til í þetta og fannst þetta góð hugmynd. Og þannig að það var farið sveitir, safna munum og myndum og svo var þetta bara komið upp. Opnum þetta 23. júní 2002. Þannig að það verður 20 ára partí á næsta ári. En gaman. Þetta hús er í raun og veru svolítið svona samkomustaður heimamanna líka. Já. Hér á veturnar erum við með fyrirlestra, við erum með kaffi, við spilum félagsvist og við gerum ýmislegt. Þetta er ennþá svona samkomuhús sveitarinnar. Já. Eru þið enn að dansa þarna? Nei, því miður. En við höldum sviðaveislu á haustin. Hvað mæta margir? Það mæta rúmlega 100 manns. Allt, og bara ekki endilega héðan, fólk kemur alls staðar að. Finnur að það kviknar einhver neisti í fólki þegar það gengur hérna? Algjörlega og sérstaklega fullorðnu fólki sem að man þess að það notaði hlutina og já, rifjar upp þegar það var í sveit. Þannig að það færast sælubrosi yfir marga? Já, algjörlega. Og fólk sem var sem sagt í sveit sem krakkar þó það hafi búið í kaupstöðum. Við vorum með sýningu sem við tókum niður hjá okkur núna í vor sem var búin að vera í 3-4 ár sem var siðin að senda börn í sveit og þar fengum við ofsalega margar skemmtilega sögur af fólk sem hafi farið í sveit. Náttúran er hér allt kring og því lá beinast við að bjóða börnum hvaðan sem er á landinu upp á að koma í Náttúrubarnaskólann. Það er Dagrún, dóttir þeirra Esterar og Jóns sem stofnuðu Sauðfjársetrið sem hefur stýrt skólanum allt frá árinu 2015. Sú hugmynd var búin að vera til í nokkuð tíma hjá Sauðfjársetrinu af því að Náttúrubarnaskólinn starfræktur þar. Svo árið 2013 þá fer ég að vinna með Sauðfjársetrinu að sýningum álagabletti á Ströndum og fæ þá þennan gífurlega áhuga á samlífi manna og náttúru. Þannig að eftir það, og að því ég vissi af þessari hugmynd, þá fékk ég í rauninni bara leyfi til þess að taka hana upp og hrinda þessu öllu í framkvæmd. Þannig að Náttúrubarnaskólinn byrjar 2015 sumarið og er búin að vera starfræktur alveg síðan þá, sko. Og lýstu því aðeins fyrir mér, hvað fer fram í Náttúrubarnaskólanum? Sko, í Náttúrubarnaskólanum, hann snýst rosa mikið það að læra náttúruna úti í náttúrunni, svona sjá og snerta og upplifa það sem að náttúrun hefur upp á að bjóða. Og líka svolítið svona að horfa sér nær, sjá hvað allt í kringum mann er rosalega merkilegt þegar maður veit það. Og við gerum rosa mikið af hlutum, sko. Við skoðum náttúrulega fugla, merkjum hreiður, mælum klakstig og alls konar svoleiðis, byggjum fuglarhræður. Svo skoðum við rosa mikið fjöruna og hafið og svo plöntur, erum að tína plöntur og sjóða í te og alls konar svona. Þannig að þetta er voða fjölbreytt og skemmtilegt, sko. Hvað er þetta löng námskeið? Þau eru mjög bara mislöng, koma í öllum stærðum og gerðum. Þau eru alveg frá því að vera 1 dagur upp í að vera vika og svo erum við alltaf með svona náttúrubarnahátíð í júlí sem er þá 1 helgi og rosa mikið fjör, alls konar smiðjur og tónlist og útivist og gaman. Þeim finnst rosa skemmtilegt að vera úti.
stundum er bara kannski það vantar aðeins svona hvað maður á að gera, þannig að þetta er rosa gaman og þeim finnst þetta stórmerkilegt og oft svona að komast svona nálægt einhverju. En mjög oft líka þá vita þau ýmislegt sko, hafa gert eitthvað mikið með ömmum sínum og öfum, oft til dæmis að vera úti í náttúrunni, fara í berjamó eða skoða fugla eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er bara alls konar. Þau sko koma með foreldrum sínum yfirleitt, þannig að þau gista bara á tjaldsvæðinu eða eitthvað af þessum ýmsu gististöðum sem eru hérna í grændinni. Og koma svo bara hérna að morgni og fara heim seinni-part eða fara... Já, þetta eru svona 4 tíma námskeið, þannig að þau byrja klukkan 1 og eru búin klukkan 5 yfirleitt. Þannig að þau koma og eru hérna svona 1 eftir miðdegi, fá svona djús og köku meðan daginn og svo erum við bara úti sko. Ég segi gífurlega mikið af sögum í náttúrubandaskólanum, einmitt af því að ég er þjóðfræðingur. Og svo man maður hlutina kannski betur ef maður tengir á við einhverja svona sögu, ef maður veit hvernig plönturnar voru notaðar, þá man maður það kannski frekar heldur en ef maður bara heyrir nafnið, skilurðu. Hvað er merkilegast? Mér finnst alltaf voða gaman að sjá seli og þeir vekja líka yfirleitt mikla lukku. Það var alveg sama hvað maður hefur séð það oft, þeir eru alltaf skemmtilegir. Svo finnst mér rosa merkilegt bara við þetta svæði allt saman, hvað er mikið að gerast. Það er gífurlega mikið menningarlíf og rosa mikið í gangi, rosa gott starf fyrir krakka. Og svo bara, þú veist, er rosa skemmtilegt fólk sem er gott. Já, það er góð lokaorð. Það er gott fólk á Ströndum. Já. Takk fyrir þetta, innilega, frábært.